Viktorandleg fræði, 14. kafli, skuldir sálarinnar. Skuldir og skuldbindingar af einhverju tagi eru hluti af hinu jarneska lífi. Fjárhagsskuldbindingar í formi lána frá lánastofnunum getur verið að ræða og eða skuldir við hið opinbera sem og önnur gjöld. Einnig geta skuldirnar verið í formi greiða af einhverju tagi. Þessar skuldir og skuldbindingar eru veraldlegar og tengjast hinu veraldlega og eru í raun mannanna verk og tilbúningur, og þegar skuldarinn deyr og sálin yfirgefur líkamann, þá skilur viðkomandi allar sínar skuldir eftir og það verða aðrir sem gera þær upp og eða þær hverfi og séu aflagðar. Því hafa slíkar skuldir ekkert gildi í andans heimum og það sama á við veraldlegar eignir sem skildar eru eftir og verða að engu fyrir viðkomandi að lífi loknu. Það er mikilvægt að skilja að velgengni í lífinu er ekki mæld í jarneskum eigum og fjármunum að lífi loknu, né teljast þessar skuldir til frádráttar af neinu tagi. Hinn eina sanna velgengni lífsins er andlegu þroski og hækkandi meðvitund. Það er sú velgengni sem sálin tekur með sér frá lífi til lífs. Þannig heldur þroskaferill sálarinnar áfram að lífi loknu og einnig í komandi lífum hér á jörðinni. Veraldlegur auður og velgengni geta aldrei orðið annað en tímabundin hamingja og ánægja en er þó reynsla fyrir sálina af einhverju tagi. Sálin getur einnig safnað skuldum og skuldbindingum sem hún tekur með sér frá lífi til lífs uns þær eru uppgerðar. Sálin getur verið að borga skuldir frá fyrri lífum sem og skuldir úr þessu lífi. Alheimslögmáli segir: allt sem þú gerir öðrum verður við yður gert. Sá sem stelur frá öðrum mun upplifa tapið að missi síðar. Sá sem er vondur og illur við náungan mun upplifa slíkt hið sama á eigin skinni. Oftast eru þessar skuldir kallaðar karma sem líta karmalögmálinu og hér þarf að greiða allar skuldir upp að lokum. Þegar sálin er ung og einstaklingurinn er framsækin, þá safnar sálin mikið af skuldum gagnvart öðrum því hún getur verið miskunnarlaus í lífskeiðakapphlaupinu og gengur oft á annars hlut í því. Upplifun þessa einstaklings er að hann lifi aðeins einu sinni og óskar hann sér því oft á tíðum að fá sem mest út úr sínu eina lífi. Þannig myndast margar sálarskuldir sem bíða endurgreiðslu í komandi lífum. Það tekur sálina því oft á tíðum mörg líf að gera upp slíkar skuldir. Þess vegna eiga eldri sálir það til að ganga í gegnum erfið líf með miklu mótlæti og andspyrnu og þá eru það oftast slíkar skuldir sem eru að greiðast upp. Eftir því sem sálin eldist, þá hættir hún að stofna til skulda og vinnur í uppgjöri á eldri skuldum sínum. Fyrirgefningin er leið til að greiða niður skuldir sálarinnar. Ef einhver gerir á þinn hlut, þá eru tvær leiðir til að gera upp slíkar skuldir. Að svara í sömu mynt síðar eða að fyrirgefa viðkomandi frá hjarta sínu og sálu og þannig greiðist skuldin upp. Því er fyrirgefningaferli svo mikilvægur hluti af andlegri opnun til að greiða upp eldri skuldir sálarinnar svo hún sé laus frá þeim skuldum og geti haldið áfram sínu þroskaferli og fundi leiðina heim í Guðsorkuna. Þar sem hver manneskja er eilíf sál í dauðlegum líkama, þá eru sannar eignir hvers og eins, andlegur þroski og hækkandi meðvitund. Og það sama á við skuldirnar. Einu skuldirnar sem finnast eru skuldir sálarinnar við aðra og sjálfan sig eins og áður var lýst. Allt hið jarneska, hvort sem það eru skuldir og eða eignir, eru tímabundið og verða eftir hér á jörðinni þegar sálin loks yfirgefur líkamann að lífi loknu. Sá sem hefur skilið og meðtekið þetta í hjarta sínu er orðinn frjáls fyrir áhyggjum og ótta yfir veraldlegum skuldum og eignum. Margir eyða ævi sinni í að eignast þeim mest af hinu veraldlega og lifa síðan í miklu ótta við að missa þær eignir og hluti sem viðkomandi hefur sankað að sér. Hinar svokölluðu jarnesku eignir eru fengnar að láni
því sálin á ekkert hér á jörðinni, líkaminn tilheyrir jörðinni og hverfur til hennar að lífi loknu. Sá sem stjórnast af egónu upplifir miklar freistingar í jarneska hluti og eignir, en eftir því sem andleg opnun eykst og ferli gengur lengra, þá minkast líkar freistingar og nægjusemin tekur við. Sálin sækir í að upplifa og þroskast. Hún sækir ekki í íburði líkt og egóið. Því með tímanum mun hinn vaknaði verða þakklátur fyrir heilsu sína, húsaskjólið, fæðið og klæðin. Það skapast mikið þakklæti fyrir hluti sem áður voru sjálfsagðir. Hinn vaknaði verður frjáls fyrir hinnum veraldlegu eignum með öllu, sem mikið frelsi og hann mun upplifa líkt og þungu fargi sé af honum létt. Einnig breytist meðvitundin þannig að meiri kærleikur, jákvæðni og hjálpsemi birtast gagnvart náunganum og sjálfum sér, og þá fyrst hættir viðkomandi að stofna til skulda sálarinnar. Þá munu að lokum síðustu skuldir hennar verða greiddar með fyrirgefningu og þá fyrst viðkomandi tilbúin að upplifa Guðsorkuna í líkama sínum. Þegar meðvitundin hækkar þá liggur leiðin aðeins fram hinn andlega veg og ekki aftur snúið til fyrra lífs þegar lagt hefur verið af stað.